Góðan daginn, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þessi fundur er númer 787, haldinn 18. ágúst 2021 og ég segi fund settan. 787, það var fyrsti fundur í bæjarstjórn, var haldinn 9. ágúst fyrir 34 árum. Þannig að það er búið að halda margar fundi í bæjarstjórninni á þessu tímaskeiði. En þetta er fyrsti fundur eftir sumarfrí bæjarstjórnar og ég býð ykkur ágætu bæjarfundur og sérstaklega velkomna til leiks aftur. Að þessu sinni eru 9 mál á dagskrá og að venju ætla forseti að fara yfir þau í svona stórum dráttum. Að þessu sinni byrjum við á 4 fundargerðum sem eru hér lagðar fram til umræðu og staðfestingar. Svo fyrsta er frá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, síðan 2 fundargerðir frá menningar- og nýsköpunarnefnd Mosfellsbæjar og svo 1 frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Og liður 2 í dagskránni er það sem er flokkast undir almenn erindi og það er einn liður undir þeim lið, ber titilinn stefnur á byggðasamlega og þarna er verið að tilnefna 3 fulltrúa fyrir hönd Mosfellsbæjar í því stefnuráði. Og svo þriðja lagi eru 4 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Þar koma núna aftast á dagskrána að þeim orsökum að í sumarfrí bæjarstjórnar var bæjarráði veitt fullnaðarafgreiðslu heimild, þannig að þær eru ekki til samþykktar en þær eru til umræðu og kynningar og þær eru hér 4 talsins eins og ég sagði áðan. En okkur er ekkert að vanbúnaði að ganga til dagskrár og við fyrst á dagskrá er þá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, það er að segja fundur sem var haldinn þar 20. júlí síðastliðinn. Þessi fundur var númer 309 og ég gef orðið laust. Það voru 6 mál á dagskrá þar og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ágætu fundarmenn og áheyrendur, við erum komin hérna eftir sumarleyfi. Það sem ég ætla að taka fyrir núna hér er það sem varðar aðgerðaáætlun, það er liður 1-2 á þessum fundi, aðgerðaáætlun um forvarnir meðal barna, ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni. Ég vil fagna því að það sé búið að ráða sérstakann starfsmann hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Ólöfu Dröfn Jóhannsdóttur, forvarnafulltrúa, sem verður hér eftir ráðgefandi inn í sveitarfélögin og skólastofnanir og aðrar stofnanir sveitarfélaga hvað varðar þennan málaflokk. Og það er alveg ástæða til þess að fagna þessu, ekki aðeins í ljósi umræðunar erfiðleika sem hafa steðjað að bara núna undanfarið, heldur vegna þess að styrkja þessa hlið sem varðar börn og alvarlega, í raun og veru alvarleg mál sem kunna steðja að börnum. Og þarna er fagmanneskjaferð, það er vel valið og þarna erum við að tala stuðning við sveitarfélög og í þessum málaflokki sem er mjög viðkvæmur. Í framhjáhlaupi á þessu myndi ég vilja sjá slíkar stöður hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga koma á öðrum vettvangi tengslum við börn eins og varðandi stofnun sem eru á vegum eða svona skrifstofa á vegum Reykjavíkurborgar, það er miðstöð eða miðja máls og læsis. Ég myndi vilja sjá slíka aðstoð hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, ekki bara hjá Reykjavíkurborg, heldur meiri svona stuðningseiningar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á öðrum sviðum fyrir börn. Þetta varðar meðal annars börn af erlendum uppruna og aðra þá sem eiga erfitt með læsi.
Nú, enn og aftur vil ég bara fagna þessu og vil skila bara til þeirra sem hafa staðið að þessu þakklæti fyrir að hafa komið þessu á þennan stað. Þá erum við listu þennan lið sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða. Það var með 2. Það er þegar engin ljós það og þá erum við að lokið en við ekki orðið laust önnur mál þessari fundargerð. Þegar engin ljós og þá erum við að lokið með hana og við göngum þá til atkvæða ágætu bæjarfulltrúa þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru benna rétt upp hönd. Við staðfestum öllum atkvæðum, 9 atkvæðum. Síðan kemur menningar- og nýsköpunarnefnd, fundur nr. 31. Við förum í fyrri fundargerðina, það eru 2 og eins og við gátum áðan og við tökum fyrst fyrir fundargerð nr. 31 eins og ég sagði og það voru 3 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru benna rétt upp hönd og hún er staðfest með 9 atkvæðum. Sama dag, 10. ágúst, var haldinn afturfundur í menningar- og nýsköpunarnefnd, fundur nr. 32. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá og ég gef orðið laust það mál. Það kveður sig engin ljós og þá er umræðan lokið og við göngum atkvæða þeim sem staðfesta fundargerðina eru benna rétt upp hönd og hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þarna var 1 mál á dagskrá en það voru fleiri mál á dagskrá hjá okkar ágætu skipulagsnefnd. Það voru nú 19 mál á dagskrá með afgreiðslufundi byggingarfulltrúa á fundi sem var haldinn 13. ágúst síðastliðinn og forseti gefur orðið laust. 13. ágúst, fundur nr. 547 og bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Ágætu fundarmenn, velkomin úr sumarfrí. Ég ætla að tala eitt mál örstutt. Það er mál 412 þar sem að íbúi Mosfellsbæjar biður leyfi til þess að fá að breyta bílageymslu hjá sér, eða bílskúr í herbyggi. Og mér langaði aðeins að spyrja forsendur þess, að ég veit að forsendur þess að það var hafna er deiluskipulag þarna, en hvort það ekki mætti fara að endurskoða þessa hluti þegar fólk vil breyta hjá sér bílskúrum í íbúðarhúsnæði. Á sama tíma og opinberir aðilar eru að hvetja fólk til þess að breyta hjá sér ferðavenjum, að minnka bílanotkun, að þá á hinn bóginn þá erum við skyldaði til þess að byggja bílskúra í húsunum okkar. Skýtur þetta ekki aðeins skökkur við? Kannski ég langar að verpa þessari spurningu fram. Já, orðið er laust. Orðið er laust. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi, þú ert orðið þetta mál, gjörðu svo vel. Þetta er þess að 12. mál á dagskrá skipulagsnefndar. Forseti, ég kem nú kannski ekki undir máli til þess að svara síðasta ræðumanni, heldur kannski til þess að svona ræða almennt skipulagsmál. Eða við skulum ræða þetta mála því að Já, það hangir. Heitir Skálalíð 28 óskum undan þá skipulagsskilmála þar sem við viljum endilega halda okkur við það. Höfnun af þessu tagi varðar skipulagsmál. Og þarna erum við að tala hluti sem eru breytinga gagnvart nágrunn. Og þarna erum við að tala almennt séð að við erum vissulega að breytast þjóðfélagið stöðugt. En í þessu efni held ég að ef að nágrannar setja sig upp á móti þessu, þá myndi ég ekki sjá mikinn annmarka á þessu, en á móti að þá varðandi ýmisleg húsnæði, maður rekur sig á þetta sjálfur jafnvel að hvað ég að segja, kannski að fara fram úr sér í einhverju svona, að þá er það þannig að svona mál eru einfaldlega samfélagsins að ákveða og ég er nú ekki að sjá að fólk sé nú að hætta að aka bíl og einhvers staðar þurfa bifreiðar að vera eða reiðhjól.
orðið leyst 12. mál. Kveðið sé engin ljós það og þá er umræðan lokið það en ég gef orðið leyst öll hinn málin. Og Sveinn Óskar Sigurðsson hefði beðið orðið aftur eitthvert annað mál. Gerðu svo vel, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Ég kem undir lið 9.7. Kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál vegna breytts deiliskipulags við Stórakrika 59. Með leyfi forseta ætla ég að lesa hérna bókun frá L og M-lista sem er undir málinu. Hún hljóðar svo. Bókun fulltrúa L og lista vina Mosfellsbæjar og M-lista Miðflokks. Fulltrúar L-lista vina Mosfellsbæjar og M-lista Miðflokks minna á bókun sína þegar kæran var lögð fram á fundi bæjarráðs, en bókunin er svohljóðandi, og þá vitna ég hér í aðra tilvitnun. Bæjarfulltrúar listanna vilja með bókun þessari minna á að fulltrúar þeirra í skipulagsnefnd sátu hjá við afgreiðslu þessa máls sem nú sætir kæru úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þegar það var til afgreiðslu á fundi 484 nefndarinnar á sínum tíma, eða 484. fundi nefndarinnar á sínum tíma, svo að rétt sé vitnað til. Nú, ég vil bara lesa þetta upp og láta það nú bara standa eins og það kemur hérna fram og annað svo sem ekkert þetta að segja. Já, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið þetta mál, 7. mál á dagskrá skipulagsnefndar. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Bæjarfulltrúar, forseti, gaman að sjá okkur eftir sumarfrí. Bara örstutt varðandi þetta mál, það er alveg hárrétt og að gera fyrir bæjarfulltrúa að minna á bókanir sem að koma fram í nefndum. En að því að við erum svo létt eftir sumarfrí að þá kemst ekki hjá því að minnast á það að það er okkar hérna sem eru kjörnir fulltrúar og sitjum í nefndum að það er að taka afstöðu til mála. Við þurfum að leysa úr málum sem að koma inn á borð hjá okkur, hvort sem það er í bæjarstjórn eða bæjarráði eða skipulagsnefnd. Og við erum hér til þess að veita þjónustu eins góða og hægt er fyrir íbúa Mosfellsbæjar og jafnframt að gæta hagsmuna bæjarins. Í þessu tilfelli var verið óskað eftir deiliskipulagsbreytingu sem síðan var samþykkt miðað við hérna, það sem þarna var verið að fara fram á. Það voru þægild að sitja bara á girðingun og dingla fótunum og sitja hjá og svo koma menn og minna á það afgreiðslu aftur og aftur þegar menn er að sitja hjá aftur og aftur. Það væri svolítið vont ef öll skipulagsnefndin hefði bara setið hjá í þessu máli. Ég myndi miklu frekar vilja sjá þessa aðila sem er alltaf að setja hjá í þessum málum bara kjósa á móti þessu. Við erum bara að taka afstöðu að eða á. Fyrir mér í svona máli þá er það engin afstaða að setja hjá í svona málum. Við komumst ekki hjá því að taka afstöðu í svona málum og þurfum að gera það. Og ég vil endilega bara menn sýni meiri hugrekki í því að bara taka afstöðu í málum og hætta að setja hjá og vekja svo endalaust athygli á því eins og það sé eitthvað svo rosalega gott mál. Vildi bara svona rétt koma þess að. Takk fyrir forseti. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Ræðum 7. mál. Forseti, það er svo sem ekkert að því að sitja og dingla fótunum eða aðrir hlaupa fram að. Það er líka ákveðið val. Þannig að við skulum átta okkur á því að í skipulagsmálum eru oft mjög snúin mál og menn svona telja oft á tíðum að þetta sé farið inn á svið sem að ætti kannski að skoða betur, vísa til þeirra embættismanna sem er í bænum áður en kannski að ákvörðun liggur endalega fyrir og þar af leiðandi eru menn hugsanlega ekkert endilega að stuðla að því að hafna með þeim fororðum að standa í vegi fyrir að meirihlutinn nái sínum fram, enda mun hvorki sjáseta eða höfnun á skipta nokkru máli. Nú, forseti getur sá umræðan sem lokið þetta mál, nr. 7.
en hann vill þá gefa orðið laust öll hinn málin en þessi tvö sem við erum búin að ræða. Atkvæði séu engi hljóðs virðist vera og þá lít ég svo á að umræðan sé lokið. Og þá er komið að atkvæðagreiðslu til staðfesta þessa fundargerð skipulagsnefndar og 13. ágúst er benn réttu hönd, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Og þá er komið að því sem heitir almenn erindi og ber titilinn Stefnuráð byggðasamlaga. Þetta mál hefur nú verið lengi í undirbúningi eins og bæjarfulltrúar þekkja að hafa sérstætt stefnuráð fyrir byggðasamlögin hér á sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Nú er komið að því að tilnefna fulltrúa frá sveitarfélögunum og það frá Mosfellsbæ verða tilnefndir 3 fulltrúar og ég ætla að lesa upp þeir nöfn sem mér hafa borist tilkynningar Það er í fyrsta lagi Haraldur Sverrisson og síðan Kolbrún Þorsteinsdóttir og Valdimar Birgisson. Ef enginn gerir athugasemd við þetta, þá vil ég líta svo á að þetta sé staðfest af bæjarstjórn Mosfellsbæjar og verður fært hér til bókar af ritara. Þá er komið að fundargerðum bæjarráðs sem að koma núna síðast og eru venjulega fremst, en það er vegna þess að það eru eingöngu til kynningar, til umræðu og kynningar. Og í sumarfreyju bæjarstjórnar voru haldnir 4 fundir, 1. júlí, 8. júlí, 15. júlí og síðan 12. ágúst. Og við göngum í þetta. Það er að fyrsta lagi bæjarráðsfundur 1. júlí og þar voru 3 mál, meðal annars stefnuráð byggðasamlaga, það var 1 málið. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Síðan leiði vika, aftur kom 50 dagur. 8. júlí var haldinn fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar, þar voru 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Svo var miður júlí, hásumartíð og það fjölgaði málunum þá. Það voru 16 mál á dagskrá. Þar á meðal nokkrar fundargerðir frá slökkviliðinu, Strætó og SSA og svo framvegis. Þessi fundur var 15. júlí, hann var nr. 1497. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs fundargerð bæjarráðs frá 15. júlí og þá er hún lögð fram. Þá er komið að seinustu fundargerð þessara fundar sem hér er til umræðu. Það er bæjarráðið. 12. ágúst síðastliðinn var haldinn fundur nr. 1498 og þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá var hún lögð fram. Og fleira liggur ekki fyrir þessum fundi ágætu bæjarfulltrúar. Það verður næst boðað til fundar eftir hálfa mánuð, 2 vikur réttar. Þá er akkúrat kominn 1. september, miðvikudaginn 1. september. En ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.